ef maður horfir bara svona út frá sko jafnræði sjónarmiði stjórnvalda þá spyr maður hvernig stendur því að einhver ákveðin hluti ef ég dúkka upp hjá borgaryfirvöldum og kem með einhverja krúttlega hugmyndum það að ég ætla að byggja svona húsnæði fyrir þennan hóp að þá get ég einhvern veginn gotið mér fram fyrir röðina eða fengið einhvern svona rauðan dregin út fyrir mig því að þetta sé svo falleg og skemmtileg hugmynd. Ég þarf ekkert endilega að færa rök fyrir því að það sé mikil þörf eða eftirspurn eftir þessu tiltekna húsnæði. En ef ég er bara svona þessi venjulegi byggingaverktaki sem ætla nú svona bara að byggja fyrir þóra almennings að þá verður þetta allt saman einhvern veginn miklu snúnara og erfiðara. Og ég er mjög hugsi yfir þessu 4.000 íbúðarverkefni sem borgin ætlar að ráðast í Úlfarsárdal undir hatti einhvers innviðafélag sem ég get ekki séð annað heldur en sé það bara eitthvað svona nýr milliliður í að flækja enn frekar skipulag og lengja byggingatíma. Sem að ráðherra líka segir að verði bara fjármagnað einhvern veginn, sko. Já, við getum auðvitað sagt að þetta er þetta einhverja skýjaborgir bara ennþá, það liggur mjög lítið fyrir það hvað eigi að gera, hvernig eigi að gera þetta, eða hvernig eigi að fjármagna þetta, eða hverjir eigi að byggja þetta. En mér finnst þetta mjög sérkennilegt að þetta er mjög mikið inngrip í markað sem bara stór hópur starfar á, byggingaverktakar og fyrirtæki sem hafa það atvinnu að byggja húsnæði fyrir fólk og eru alltaf í einhvern veginn sett þarna til hliðar því að stjórnmálamenn ætla sér þá miklu stærra hlutverk heldur en áður.